Hörru, já, þá höldum við áfram. Nú erum við komin nýjan kafla. Þetta er kafli 3 í okkar námsefni fyrir Elsuna og við ætlum að kíkja núna á dæmi 3.1-3.5. Þetta er inngangur fyrir krafta. Ok, fyrsta leið kraftur er bara ef að þú ert með eitthvað hlut og þú ýtir á hann, þá ertu að beita krafti. Þú opnar hurð, þú tosar í hana, þá ertu að beita krafti. Og það er kraftur sem verkar á okkur alltaf og það er þyngdarkrafturinn. Sem þýðir bara það að jörðin er að tosa í okkur, tosa í alla hluti alltaf sem lengi sem þeir eru nálægt jörðinni á, og það er það sem kallast þyngdarkrafturinn. En það byrja allt með manni sem heitir Isaac Newton, mikill vísindamaður, og þannig að kraftur, það er ritað sem F fyrir force, en hann hefur eininguna Newton, eða stórt N. Borið svona fram Newton, eftir einmitt Isaac Newton. Þannig að sem dæmi, ef við förum að tala þyngdarkraftinn, þessi algengasti kraftur, þetta kallast þyngdarkraftur, og það náttúrulega oft margir kraftar sem að verka hluti, þannig að við þurfum að aðgreina á milli krafta. Þannig að þyngdarkrafturinn er kallaður FG, G fyrir gravity, og það er einföld jafna til þess að reikna úr þyngdarkraftinn, og það er einfaldlega massi hlutar sinnum þyngdarhröðun jarðar, sem er G. Ok, og G hérna er alltaf 9,8. Passið ykkur þessu að það er ekki mínus 9,8. Ástæðan fyrir þessu svo er að við táknum krafta með örfum, og þá er þá kraftar eiginlega aldrei mínustalið sem slíkt. Við segjum bara kraftur stefnir til vinstri með kraftinu 20 Newton, eða stefnir til hægri með kraftinu 40 Newton, eitthvað slíks. Þannig við segjum ekki að kraftar þessu mínustölur, það gerist eiginlega ekki. En ok, segjum að segjum að við erum með mann, tökum mér ólaprygg, flottur ólaprygg hjá mér, og hann vegur 80 kíló. Ok, og við vitum að jörðin er að tosa inn á mann. Gerum við hérna pílu svona niður og skrifum hérna FG. Ok, þannig að þessi ör hérna þýðir að það er kraftur sem er að verka á mann, og þessi píla segir í hvaða átt krafturinn verkar, hann er að tosa niður, og FG er bara nafnið á þessum krafti. Og ég geti reiknað þetta út, þetta er M sinnum G, þetta er 80 sinnum 9,8, þetta er þá 784 Newton. Hérna kemur einingin inn í þetta. Þannig að einingin er eins og metrar, eða sekundur, eða kíló. Þetta er allt einingar. Þannig að ef þú vegur 80 kíló, að þá jörðin að tosa í þig niður á við með kraftinum 784 Newton. Þá hafið þið svona einhverja hugmynd hvað Newton er mikið. Þannig eins ef þú heldur 80 kílóum, þá vegur það 784 Newton. Og við langar hérna að tala aðeins um massa og þyngd. Eða massi er ekki það sama og þyngd. Sko í daglegu máli að þá er massi og þyngd oft það sama. En í eðlisfræði þá er þetta ekki það sama. Massi er mæld í kílóum, eða tonnum eða pundum eða eitthvað svoleiðis. Þyngd mæld í newtonum. Þannig að þess að ég var að reikna hérna áðan, þetta er þyngd mannsins. Hún er 784 Newton. Massin er 80 kíló,
en þyngdin er 784 newton. Það er munur hann á milli. Herri, tölum núna F heild. Ok, F heild er heildarkraftur. Ok, af hverju þau tala heildarkraft? Ástæðan fyrir því sú að það oft margir kraftar sem verka á einn hlut og við viljum einhvern veginn einfalda það til þess að vita hvað gerist við hlutinn. Ef það ýta á hann til hægri og vinstri og upp og niður, þá viljum við reikna út svona hver heildarkrafturinn. Ok, þannig sem dæmi, segjum að við erum með einhvern kassa og það er verið að tosa hann hérna með kraftinu 10 newton og hérna með 15 newtonum og ég vil reikna út hver heildarkrafturinn. Teiknaði bara, kassa, þetta voru kassi. Þannig þá heildarkrafturinn, ég get sagt að það er 1 kraftur til hægri, sagt að F heild sé sama sem 25 newton. Sjá hvað ég gerði, einu sem ég gerði var það að ég tók þessar 2 krafta, 10 newton og 15 newton og lagði það saman og fekk út 25 newton. Og ég get lagt þá saman af því þeir að fara í sömu átt. Ef þetta væri svona, ef þetta er 10 newton og 15 newton er til hægri, ég ætla að reikna út heildarkraftinn, þá er það svona. Hérna verður F heild saman sem 5 newton. Þannig að sjáum muninn á þessu. Hérna er 15 newton til hægri, 10 newton til vinstri. Það er að fara í gagnstæða stefnu þannig ég dreg frá og heildarkrafturinn er til hægri því það er meiri til hægri heldur en vinstri. Ok. Þannig að einu sem við erum að gera með heildarkraftinum, við erum að taka marga krafta og einfalda það niður í 1 kraft. Það er það sem við erum að gera. Nú, heildarkrafturinn getur líka verkað með krafta sem eru þá upp og niður. Til dæmis ef ég segi að ég er með kraft sem þetta er 5 newton, þetta er 10 newton og hérna er líka verið að tosa upp 20 newton og tosa niður 15 newton og þá getur ég reiknað út heildarkraftinn. Og hann er þó í 2 stefnur. Þannig að ég get ekki lagt saman þennan kraft og þennan kraft. Þeir eru að stefna í mismunandi áttir. Þannig að ég þarf fyrst að taka saman kraftan í láréttarstefnu, það er 15 newton af því ég er með 5 newton og 10 newton sem stefna bæði í sömu átt. En síðan þegar ég skoða hvað er að gerast upp og niður, þá fæ ég út að heildarkrafturinn er 5 newton upp á við. Og þegar er 20 newton upp, 15 niður, þá getur heildarkrafturinn að vera 5 newton upp á við. Ok, nú ef við skoðum hérna þessi dæmi hérna, þannig að fyrsta hérna, hver er heildarkrafturinn og í hvað átt stefnir hann? Þannig að hann er 10 og hann stefnir til hægri. Því það er 20 stefn til hægri hérna, 10 til vinstri, þannig að heildarkrafturinn hlýtur að vera til hægri. Því það er meiri kraftur sem verkar þangað. Eins hérna, dæmi 2, hver er heildarkrafturinn og í hvað átt stefnir hann? Hérna erum við 50 newton til hægri, 10 til vinstri, þannig að heildarkrafturinn hlýtur að vera þá 40 newton til hægri. Og þetta er allt saman í svörum aftast í heftinu og þið geta alltaf sjálfsög eigið að gera það. Fara aftast í heftið og tékka á svörunum. Hvort það sé ekki alveg örugglega rétt hjá okkur. Þið verið að gera það. Og já, sínum dæmin 3, 4, eða tökum eitt dæmi hérna sem er aðeins öðruvísi. Tökum hérna bara að segjum að þetta séu 200 newton. Segjum að við erum með svona dæmi. Þannig að það eru 2 kraftar sem verka á þetta. Það eru 200 newton sem verka inn til hægri og það er eitthvað sem verkar inn til vinstri og við vitum ekki hvað þetta er stórt inn til hægri. Við vitum ekki hvernig stór kraftur er sett til vinstri. En við vitum að heildarkrafturinn er 130 newton til hægri.
Ok, heildarkrafturinn 180 Newton. Hvað er þá þessi hérna stór? Og við getum þá skrifað upp litla jöfnu. Hvernig reiknar maður heildarkrafturinn? Jú, maður tók kraftin þá til hérna hægri, dró frá, ég ætla að kalla þetta bara x. Nei, ekki x, ég ætla að kalla þetta bara f. F. Þetta er sama á 130. Og ég get þá leyst þessa jöfnu hérna. Hérna er mínus f, þannig ég gerir pluss f hérna, pluss f hérna. Þannig að þetta verður 200 sama sem 130 pluss f. Tek mínus 130 hér, mínus 130 hér. Og ég fæ að f er 200 mínus 130 sem sama sem 70. Þið þurfið ekki að fara í gegnum alla þessar reiknir á þessu. Þið getið öll að horta á þetta og sagt býtu, ok, ef að heildarkrafturinn 180, ég er með 200 hérna, þetta hlýtur þá að vera 70. Ef þetta er 70 og ég dreg 70 frá 200 og þá fæ ég 130. Það er eins og ég var að gera hérna í þessar útreikningum, en þessi útreikningar virkar kannski aðeins óþarflega flóknir. En þetta er stundum bara svona smá útsjónarsemi til þess að sjá út hver þessi kraftur er.